Fjölgyðistrú, aðra var eitt kristnir eitthvað aðra eitthvað að setja fyrir. Og þeir voru að leita því hvað í norrænu panþjóðan Mínerva og Pallas Athena væri. Ég held ég að venda hana. Eða hann Grimms bróðurinn benti mér á þetta. Man ekki hvort þeirra. Hann vildi meina að ígildi Mínervu og Pallas Athenu væri dóttir Óðins og Friggjar sem sætti við elfina endalausu sökkvið bekk og segði föður sínum sögur í bundnu máli. Þetta væri svo sem sér og galar, show and tell, eins og hann var að sína og tala. Eða sága, eða saga, sjá, hugsið, þú kom ekki auðvitað á þetta. Alþjóðlega orðið saga Mínerva og Pallas Athena í norræna guðaríkinu. Og fjallkonir nota, þetta sko engin önnur heldur en Mínerva með Marianne franska. Þetta nefnilega táknmynd þeirra sem börðust gegn monarkíu einveldi konunga fyrir lýðveldi. Og þetta náttúrulega sko partur af rómantísku hreyfingunni er 1830–1848 og svo frelsisyfirlýsing Bandaríkjanna. Og þarna ganga frakkar fremstir, þarna systir fjallkonunnar Germania og hún á systur út allt. Svea, Múl-Norge, Helvetia og náttúrulega Kolumbía hjá hérna, þetta er allt saman systur sko. Og við höldum þetta sé ramníslega sterkindi sko. Og þarna gerir danskur maður seðil og teiknar upp mönstur úr Valþjóðsstaðahurðinni og íslenskum munum á danska þjóðminjasafninu. Tryggur ekki lengi að þýða þetta, tekur af henni hjálminn og setur kórónu, en hann dregur þetta upp. Og leður þeir til og svo hérna inn hjá Kjarval þessu skrítið með listfræðinga, þessu bara aðra vitlausir. Sko, sverð og skjöldur eru einkennismerki skjaldmeyjarinnar. Hún birtist í verkum Kjarvals sem hálfgegnsæ vera svífandi lausu lofti nær alltaf í sömu stellingunni. Skjaldmeyjan er svo táknmynd fjallsins Skjaldbreiðar sem var eitt kjarkfólgnasta myndefni listamannsins á Þingvöllum. Hún skírskotar einnig til samnefnds kvæðis eftir Jónas Hallgrímsson. Á mörgum verkanna sést glitta í fjallstoppa Skjaldbreiðar í bakgrunni. Skissurnar gefa innsýn í vinnuaðferð listamannsins og hvernig hann endurtekur saman, hann nær ekki lengra heldur en Jónas Hallgrímsson og sko áttar sig ekki að Skjaldmeyjan er náttúrulega sko Pallas Athena nema hvað að 17. júní í Árbæ þá var hann orðin að týna sér sko. Hún var hálf hafmeyja, skorðið niðri, 4 fermingardrengir með sluffur, kynþarinn í vatni, enginn þorði að horfa beint í myndavélina, þetta skapar. Ber hann eitthvað, það gengur ekki. Þeir eru alveg búin að missa sko tengslin við hvað þetta saman er. Þetta er sko ekki gjörningur, þetta er þjóðhátíðarnefndin í Hveragerði sko. Og svo fjallkon ættur að framandi landi, hugsið þér. Þetta er náttúrulega rosalegt sko. Á Seyðisfirði nefnilega, Seyðisfirði er svo ólíkur öllum öðrum stöðum á landinu því að hann var ekki reistur á Íslendingum. Þetta er sko, hann var strax fjölþjóðlegur bær, multikulti. Hérna, og það var tölum mörg tungumál sko fyrir 100 árum. Þeir vissu bara hár að fjallkon ætti sér systur út allt. En Íslendingar föttuðu þetta. Þetta er mikilvægt. Spurningar fer allt í hringi, fjallkonan kemur frá útlöndum og fyrir Íslands út aftur. Það er ágætt svona innlegging fyrir næsta erindi, þannig að ég þakka þér fyrir að Guðrún Dís Skaptadóttir ætlar að ræða Ísland og útlendinga, íslensku og útlendinga meðal annars. Varst þú með eitthvað fyrir töluna? Þá lakkar það út. Það er ekki að ræða því að tala ekki spila hátt. Ekki? Jú, hversu vel? Það reyna ekki. Þessi mynd er ágætlega mjög jafnvel samt fyrir það sem ég er að tala um. Já, hafa hana? Já, það er það. Að gera hana. Bara byrjuð að þakka fyrir að bjóða mér að koma hingað að tala hérna í dag og byrja bara Nýlega fóru fram umræður á samfélagsmiðlum
það að þekktur rithöfundur hefði kvartað yfir því að geta ekki talað íslensku við starfsfólk á veitingastöðum í Reykjavík. Margir tóku undir þessar umkvartanir hans, en sumir bentu þó á að ekki fengist íslenskumælandi fólk til að starfa til þessara starfa. Og ef til vill ætti að gera fólki sem vinnur þessu störf kleift að læra málið. Á og til sprettur upp svona umræða á samfélagsmiðlum þar sem kvartað yfir því að innflytjendur tala ekki íslensku og vilja jafnvel ekki tala hana, það vilja jafnvel ekki læra hana. Það sé ómögulegt að hafa þá við þjónustu eða umönnun barna og gamlinna. Þó við fáum oftar en áður að heyra raddir fólks með hreim í fjölmiðlum, það er tiltölulega nýtt og ég veit alveg af átakið og Borgarbókasafnsins þar sem ólíkar raddir heyrast á núna, þá skortir oftast við af innflytjendurna sjálfra í þessum umræðum og að þeir séu spurðir íslenskunám og hvað merkingu íslenskan hafi fyrir þá. Vegna aukins fjölda fólk sem flust til Íslands á síðust áratugum hefur þeir sem tala íslensku sem annað mál, eða jafnvel litla eða enga íslensku, fjölga mikið. Þeir koma líka lengra að en áður og frá miklu fleiri löndum. Sumir þeirra hafa stoppað stutt og farið aftur til síns heimalands, en aðrir hafa ílengst á Íslandi og jafnvel ákveðið að setjast að og gerast íslenskir ríkisborgarar. Fyrir 1990 voru íbúar með erlend ríkisfang fáir og einsleitni oft dregin fram sem eitt af megineinkennum íslensk samfélags. Einsleitnin var meðal annars talin felast við því að Íslendingar deildu tungumáli sem hafði lítið breyst í aldanna rás. Með auknum fjölda innflytjenda og nýra ríkisborgara sem tala íslensku misvel hafa vaknað nýjar spurningar það hvað felist í því að vera Íslendingur og hvaða vægi íslensku hefur í því að fá að taka þátt og tilheyra íslensku samfélagi. Á síðustu áratugum hafa margir fræðimenn fjallað á gagnrýninn hátt uppruna og eðli þjóðernishyggjunnar og við sjáum strax áhrif þess að þeir erindi sem nú komin og hugmyndir sem sýna þjóðerni sem sjálfgefið. Þeir hafa skoðað tengsl tungumáls og þjóðernis og sýnt hvernig stöðlun tungumála hefur verið mikilvægur þáttur í mótun þjóðernishugmynda og þjóðríkja. Einn þessara fræðimanna er Etienne Balibar og hann hefur bent á að tungumál annars vegar og sameiginlegur líffræðilegur uppruni hins vegar séu tveir þættir sem algengt sé að dregnir séu fram við sköpun sameiginlegs þjóðernis. Hann bendir á að oft var þetta tvennt saman í huga fólks og það ýti undir að fólk sjáu sig sem hluta að aðskildum hópi með þjóðarsál og þjóðarkarakter eða þjóðareinkenni. Balibar bendir á að það sé misjafnt hvort þessara þátta er talin vera mikilvægari. Hann segir að við fyrstu sýn virðast málsamfélagið vera óhlutbundnara en í raun sé það hlutstæðara þar sem það tengi einstaklinga við uppruna í gegnum ritaðan texta. Í íslensku þjóðernishyggju tungumál og líffræðilegur uppruni mjög samtengd. Íslensk tunga gegnir mikilvægu hlutverki í skilgreiningu á íslensku þjóðerni og í aðgreiningu Íslendinga frá öðrum þjóðum. Við sjáum þetta í því hvernig við finnum beina tengingu við sameiginlega fortíð í gegnum Íslendingasögurnar þar sem hið ósnortna tungumál er talið birtast. Þannig að ritmál, eins og þú veist að benda á, hefur verið mjög mikil áhersla á það í íslenskri þjóðernishyggju, sköpun íslensks þjóðernis. Og tungumálin hefur þannig að vera mikilvægt hátt og til að lýsa sameiginlegum uppruna, líka sameiginlega uppruna Íslendinga. Þeir sem geta talað íslensku eða af íslenskum ættum hafa þeir getað gert tilkall til þess að teljast Íslendingar. Nýlega rannsóknir sem tengjast hnattvæðingu og fólksflutningum hafa beint sjónum að því hvernig tengsl fólks við þjóðríki eru oft á tíðum margþættari og margbrotnari hjá þeim sem flytja milli landa, flytja frá einu þjóðríki til annars. Það tengist þó ekki aðeins einu þjóðríki heldur tveimum á ólíkan hátt og jafnvel fleiri. Þannig geta tengsli þjóðríki og þjóðtungur oft orðið flóknari en gefið er til kynna í orðræðu þjóðernishyggjunnar. Þrátt fyrir mikilvægi íslenskunnar í skilgreininguna á þjóðerninu, þá var það ekki fyrir í byrjun þessara aldar að farið var að gera kröfur það að þeir sem settust að hér á landi og gerðist íslenskir ríkisborgarar lærðu íslensku. Það var ekki fyrir 2009 að fólk sem sótt íslenskt ríkisfang þurfti að taka íslenskupróf. Þrátt fyrir áherslu að fólk læri málið og þá að það aðlagi sig,
hafa stjórnvöld sjálf lítið gert til að aðlaga sig að þessum breytta veruleika, þar sem yfir 10% íbúa landsins eru innflytjendur. Til að gera þeim kleift til dæmis að læra íslensku eða koma með einhverja svona kröfur til atvinnurekenda sem ráða fólk til starfa. Í rannsóknum mínum síðustu næstu því 20 árin, þannig að þetta sem ég er að tala um þetta byggir á ólíkum rannsóknarverkefnum, þannig að bandar upp á þeim. Í rannsóknum mínum meðal innflytjenda hefur komið fram að íslenskan er þeim mjög hugleikin þegar rætt hefur verið helstu hindranir við að koma sér fyrir á Íslandi. Auðvitað nefnir fólk oft myrkrið og kuldann, en oftast byrjar það að tala um íslenskuna og jafnvel áður ég spyr íslenskuna. Það er mjög hugleikin. Það sem margir koma til Íslands til að starfa hér aðeins í skamman tíma er tungumálið þó eftir ekki ofarlega á forgangslista þeirra fyrst sinn. Þeir sem kom frá Evrópska efnahagssvæðinu, sem eru langflestir eða 84% innflytjenda, þurfa ekki lengur að taka 150 stundir í námskeiðum í íslensku til að fá búsetu og atvinnuleyfi í Íslandi. Þetta breyttist 2006. Stór hluti þeirra hafa komið til að vinna við láglaunastörf þar sem fag- og tungumálakunnáttu í íslensku er ekki krafist. Margir innflytjendur starfa einungis með öðrum útlendingum og eru mjög einangrar fyrir íslensku samfélagi. Með fjölgun þeirra sem koma til starfa í ferðaþjónustu er einnig meira áhersla á að tala ensku og geta þannig tjáð sig við ferðamennina. Í síðustu viku var ég á hóteli aðeins utan í höfuðborgarsvæði þar sem maður frá Litáen þjónaði til borðs. Hann sagði stoltur frá því, á mjög bjagaðri ensku, að hann væri aðeins búinn að vera hér á landi í 3 mánuði en hefði tekist að læra heilmikla ensku af ferðafólkinu. Hann var nú á leið heim en hygðist nú aftur næsta vor og kom aftur á sama hótel, þannig að hann kemur bara til að vinna. En hann var mjög ánægður með sig, sko. Ég er ekkert ekki að líta úr enskunni hans, en þetta er alltaf 3 mánuðir er heilmikið að geta tjáð sig á ensku. Íslenska var ekkert svona neitt sem hann var að pæla í, sko. Þó svo að ungt fólk sem vinnar í Íslandi komi hingað í auknum mæli vegna sérstaklega áhuga á Íslandi, sérstaklega eftir að Ísland fór að verða mikilvægt ferðamannaland, þá eru aðrir hópar sem segjast koma bara til að vinna. Bara til að vinna, það er svona algengsetning. Þeir vinna oft langa vinnudag og þegar þeir eiga frí fer oft mikill tími í að vera samskipti við fjölskyldu eða vini í upprunalandi á samfélagsmiðlum. Oft kemst lítið annað að en að vinna mikið og safna fyrir íbúð eða öðru í upprunalandi, eða þá að þeir eru að byggja upp líf sitt hér og eru leið að sjá fyrir ættingi með aðalega foreldrum í upprunalandi. Þá jafnvel börnum er fár, en flestir eru að sjá fyrir systkinum eða aðeins ættingi með aðalega foreldrum. Þegar fólk hefur ákveðið að setjast hér að til lengri tíma þá eykst áhuginn á að læra íslensku. Margar rannsóknir, bæði eiginlega eins og mín og líka kannanir, hafa sýnt áhuga innflytjenda á að læra málið. Flestir viðmælendur sem ég hef rætt við í tengslu við rannsóknir mínar sem hafa lagt á sig að læra íslensku tala um að þeir hafa fyrst og fremst gert það til að auðvelda sér daglega lífið. Ekki að þeir eru sérstaklega á svona þróðefni, bara praktískum ástæðum. Og það er til þess að hafa samskipti við skóla barnanna eða það til læknis án aðstofar. Það er til þess að mjög erfitt að þurfa að taka barnið með sér og það tólka fyrir sig. Við verðum bæði íslenskuna frættur. En auðvitað leggur fólk sér mismikið fram og sumir fullorðnu fólki finnst það til dæmis vera of gamalt til að læra nýtt tungumál. Og fyrir þá sem vinna langa vinnudag eða í vaktavinnu getur verið erfitt að mæta námskeið eða sinna heimalærdómi. Og í hinu ólíkum landsbyggðum getur einnig verið erfitt að komast á námskeið vegna lítils framboðs. Námskeiðin höfðu ekki líka oft betur til þeirra sem hafa menntun fyrir og eru vanir að sitja á skólabekk. Fyrir aðra hendur oft betur að fara óformlegri leiðir. Sem dæmi þetta má nefna ungan föður sem vann við framleiðslustörf. Hann hafði farið á námskeið en sagðist lítið hafa lært fyrir honum var boðið af íslenskumælandi vinnufélögum að taka þátt í vikulegum körfuboltaæfingum. Sama á við konu sem hafði gefist upp á íslenskunámskeið en fékk loks tækifæri að æfa sig þegar hún skráði sig á matreiðslunámskeið með íslenskum konum í bæjarfélaginu þar sem hún bjó. Það sem þátttakendur í rannsóknum mínum eiga flestir sameiginlegt er að sama hve mörg námskeið þeir taka þá er erfitt fyrir þá að tileika sér íslensku en þeir hafa ekki einhvers konar aðgang að íslensku málsamfélagi. Fáir eiga íslenska vini. Margar erlendar konur vinna til dæmis við þrif á vinnustöðum íslenskumælandi fólks en upplifa að það er enginn sem talar við það. Þetta er til dæmis eitt af algengustu störfum
pólskra kvenna er að þrífa. Það er algengt starf, erlendra kvenna. Og það er semst uppi á það enginn sem talar við þær í vinnunni og ein af skýringunum getur verið svo að þrif eru oft útvistuð, eins og til dæmis við Háskóla Íslands, og því finnst starfsfólkinu þær sennilega ekki tilheyra vinnustað. Þær eru líka stutt á hverjum stað því fyrirtæki sem ræður þar er ofta einhvers konar starfsmannaleigur þar sem sér þrif á ólíkum vinnustöðum, þannig að það fara kannski á milli. Fólk sem hefur komið til Íslands til að vinna í slíkum störfum, í framleiðslustörfum eða byggingariðnaði, leggur oft áherslu á að læra íslensku sem nýtist þeim í vinnunni. Sumir segja að þeir finna til óöryggis þar sem þeir skilja ekki þess að fara fram fyrir kringu þá í vinnunni. Og þeir finnst óþægilegt að vera háður því að vinnufélag túlki fyrir það og tala að fyrst þegar þeir komið hafa þeir oft fengið rangar upplýsingar frá vinnufélagum, til dæmis vald verkstjóra eða annað og hafa til dæmis ekki mjög algengt að skilja ekki launaseðil eða samninga sem skrifendur. Að fá aðgang að málsamfélaginu er því algjört lykilatriði og þess vegna leggja þeir sem hafa verið lengur oft áherslu á það að reyna að fá starf sem gefst tækifæri til að heyra íslensku og æfa sig að tala hana og til dæmis eins og í umvanum sem er það sem er kvartað yfir þeim. Þetta er því þau tækifæri til að ná tungumálinu. Á síðasta áratug, eða okkar þessum áratug núna, er orðið algengara en áður að fólk eigi kost að fá slík störf. Þó mæta margir áfram hindrunum varðandi að fá stað þar sem efast er jafnvel þó þeir hafi lært íslenska að hún sé nægilega góð. Þetta er eitthvað sem að rannsóknir Erlu Kristjánsdóttur og Þóru Kristjánsen hafa sýnt. Þær hafa gert rannsóknir með fólk sem kemur hingað til lands með sérfræðimenntun og lærir íslensku en einhvern veginn fær ekki framgang eða fær ekki tala hana nægilega vel til þess að fá þessi störf sem að geta nýtt menntun sína. Og þeim finnst þau vera útilokuð frá því að fá störf. Þátttakendur í rannsóknum mínum hafa talað tvenns konar viðbrögð við því að byrja að tala málið, annars vegar jákvæð viðbrögð við því að reyna, það sem er heim, en hins vegar gagnrýni fyrir að tala ekki nægilega góð íslensku og þessi að leita útilokuð. Til dæmis margir tala um aðeins sem hann hlegir að þeim fyrst þeirra að reyna. Það er örugglega ekki illa meint, en það er óþægilegt, það svona dregur úr kjarkinn. En kona frá Asíu sagði viðtali, ég tek fram að þetta viðtal fór fram á íslensku, og við vorum raunum ekki að tala um íslensku, við vorum að tala um rasisma, hún vildi tala um rasisma. Það er líka þessi gagnrýni, ef maður segir sér sagt, það er líka þessi gagnrýni ef maður talar ekki fullkomnu íslensku, meira svona, ef þú talar ekki íslensku getur þú bara farið. Það er eiginlega að vera litrátur en að vera útlendingur og kunni ekki málið. Þannig að þetta er eitthvað sem ég heyri stundum hjá fólki, sérstaklega frá Asíu, það er svona þessi ekki nóg að tala málið, ef þú ert með annan litarhátt, þá verður aldrei viðurkenndur sem Íslendingur. En aðrir leggja einmitt áherslu á það að það er gegnum tungumálið sem ég verð viðurkenndur og það verður hlustað á mig, ég mun verða fárrænt. Þannig að þetta eru svona tvær ólík sjónarmið. Fyrir fólk sem flytur til Íslands er íslenska lykillinn að þátttöku í samfélaginu og menningunni, en leið virkar hún líka stundum útilokandi. Auk þess eru margir sem vilja læra íslensku en vera virkir þátttakendur en vilja samt áfram halda í uppruna sín eða trú sína. Og margir tengjast tveimur þjóðríkjum með tvöföldu ríkisfangi. Þegar kröfur eru gerðar að fólk læri íslensku er ekki alltaf skýrt hvaða væntingar búa baki þessum kröfum. Viljum við að þau aðlaðist og verði eins og við eða viljum við auka samskipti í samfélagi sem viðurkennir fjölbreytileika og samþykkir að Íslendingar í dag eru af ólíkum uppruna og að samband þjóðernis og tungumáls er hans að riðlast og uppruna. Auðvelt er að gera kröfur að fólk læri íslensku en mikilvægt er að taka tillit til aðstæðna þeirra. Ef litið er til framtíðar þá er vitað að fólk sem sest hér hefur sest, þá vitum við það bara á byggt-rannsóknum að það hefur áhuga á að læra íslensku. Næsta skref er þá hvernig við gerum þeim kleift að læra íslensku. Það eru margar ástæður fyrir því að þetta er mikilvægt fyrir framtíð Íslands, til dæmis til að koma í veg fyrir að hér skapist aðskilin og lagskipt samfélög eftir þjóðernislegum uppruna í framtíðinni.